Góðan daginn öllsömmul, virkilega gaman að sjá hvað góð mæting hér í dag að ræða þessi mikilvæga mál sem orka og loftslagsmálin eru. En það mikið talað það í dag að það vanti orku. En fyrir hvað vantar okkur orkuna? Það eru núna 7 ár síðan þjóðir heims sameinuðust það í París að vinna því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda til að bregðast við því neyðarástandi sem ríkir í loftslagsmálum. Það var sett sameiginleg framtíðarsýn og síðan áttu ríki og ríkjasambönd að fara heim og setja sér skýr og metnaðarfull markmið. Eins og ráðherra kom inn á í erindi sínu, þá Ísland með markmið og þau eru bara nokkuð metnaðarfull. En hvað snýst þetta að draga úr losun? Ef við horfum á það, af hverju erum við í þessari stöðu sem við erum í dag? Það jú að mestu leyti út af nýtingu og svokölluðu jarðefnaeldsneyti. Þetta kol, olía, bensín og gas. Og ef við ætlum að hætta að nota þessa orkugjafa, þá þarf eitthvað annað að koma í staðinn. Þannig þetta snýst að miklu leyti að fara úr þessum orkugjöfum yfir í rafmagn. Verkefnið stórt og það mörgu að hyggja. Við þurfum að huga að okkar lifnaðarháttum í dag og framleiðsluferlum. Við þurfum að vinna því að draga úr orkusóun, bæta bara almennt orkunýtni og líka bæta bara almenna auðlindanýtingu. Þurfum að huga líka nýsköpun og þróun grænna lausna sem kom okkur á betri stað. En allt þetta sem ég nefni hér samt ekki nóg. Við munum þurfa að afla nýrrar og meiri endurnýjanlegrar orku. En kíkjum við aðeins á loftslagsskuldbindingar Íslands. Og þá má fyrst nefna viðskiptakerfi með losunarheimildir, eins og margir þekkja líklegast til. En þarna hefur Evrópa sett sér sameiginlegt markmið. Þarna ekki sett markmið einstök ríki, þetta sameiginlegt markmið að draga úr losun og þarna við að tala stóriðju, millilandaflug, millilandasiglingar og það má segja að þetta sé svona losun sem gangi þvert á landamæri. Sameiginlegt markmið Evrópu. Það annar flokkur líka mjög mikilvægur sem landnotkun og skógrækt. Þarna Ísland með markmið að nettólosun aukist ekki og okkur bara sýnist mér að ganga nokkuð vel í þessu þegar við horfum á þróunina, að því að binding, þetta ekki aukast og við erum í raun vera á niðurleið. Bindingin alltaf að aukast hjá okkur. En þegar við hugsum loftslagsskuldbindingar, að þá þetta flokkurinn sem ræðir. Svokölluð samfélagslosun og oft vísað til sem losun á beina ábyrgð ríkja. Mér finnst hugtakið samfélagslosun sem farið að ríða sér til rúms mjög skemmtilegt, að í raun og veru þetta svo losun sem verður til bara í okkar dagsdaglega lífi. Við kaupum á þjónustum og vörum. En hvaða geirar eru það sem eru að losa í þessum flokki? Þarna má fyrst telja ferðaþjónustuna. Þarna eru vegasamgöngurnar meðal annars sem eru nú stærsti þátturinn í þessum flokki. Það landbúnaður, sjávarútvegur og byggingariðnaðurinn. Losun frá jarðvarma á Íslandi telur einnig í þennan flokk. Og þarna líka úrgangurinn, sorpið og endurvinnslan. Og þarna verk að vinna fyrir okkur öll í hvað hlutverki sem við erum í atvinnulífinu, hvort við séum í opinbera geiranum eða sveitarfélög eða allir þeir flokkar sem Guðlaugur minntist á áðan, að við þurfum öll að vinna því að grípa til aðgerða, raunverulegra aðgerða sem draga úr losun í þessum flokki. Af því að þetta okkar loftslagsskuldbindingar. Þarna erum við búin að gera samkomulag og semja við aðra þjóðir hversu mikið við erum að fara að draga úr losun. Og það með þessar skuldbindingar eins og svo margar aðrar
ef maður stendur ekki við þær, þá eru afleiðingar. Og afleiðingarnar í þessu tilfelli að það þarf að borga. Og það mætti hugsa sér og velta því fyrir sig hvort það sé ekki betra að veita fjármagninu í aðgerðir til að draga úr losun í dag og næstu árum frekar en að borga fyrir að losa. Og þetta er ekkert einhverja litlar upphæðir, við erum ekki að tala um milljónir þarna. Þarna gæti við lent í því að vera að borga jafnvel 10 milljarða til ársins 2030. Þannig að þetta er mikils að vinna. En allar aðgerðir í hvaða flokki sem þær eru skipta auðvitað máli og eru mikilvægar. En aðeins hluti þeirra dregur úr samfélagslosun. Og ef við tökum bara nokkuð dæmi, og þessi 3 eru einmitt atriði sem við hjá Landsvirkjun erum að leggja sérstaka áherslu á, og þau hafa öll áhrif á samfélagslosun, og þá ber náttúrulega fyrst að nefna orkuskiptin í samgöngunum, því að það er ju þar sem við eigum eftir að skipta út jarðefnaeldsneytinu. Og það er mikil umræða í dag í samfélaginu rafeldsneytisframleiðslu. Eigum við að taka þátt í því? Ef að rafeldsneyti framleitt á Íslandi og notað á Íslandi, þá telur það inn í samfélagslosunina. Þannig að svarið hlýtur að vera já. Og eins og ég kom inn á áðan, að þá telur losun frá jarðvarma inn í samfélagslosunina og því mikilvægt að draga úr henni. En dæmi aðgerðir sem hafa ekki áhrif á samfélagslosunina en eru samt mikilvæg, hérna eru bara 4 dæmi af fjölmörgum, en þá má fyrst nefna skógrækt, landgræðslu og endurheimt votlendis. Þetta eru mjög mikilvæg verkefni og ekki bara tilliti til kolefnisbindingar, því að þarna erum við ofta að bæta landgæði, efla vistgæði og styðja við líffræðilega fjölbreytni. Ég kom inn á rafeldsneytisframleiðsluna áðan. Ef við framleitt innanlands, dregur það samfélagslosun, en ef það er flutt erlendis, þá dregur það ekki úr samfélagslosun hér, að minnsta kosti. Það gæti dregið úr samfélagslosun þar sem það er notað, ef það kemur í staðinn fyrir jarðefnaeldsneyti. Föngun og binding úr andrúmslofti, líka mjög mikilvægt. Við þurfum að draga úr losun, en auðvitað öll verkefni sem minnka styrk þessara efna í andrúmsloftinu líka mikilvæg, en telur ekki samfélagslosuninni. Og svo hafði ég auðvitað með á listanum að ef að stóriðjan og aðrir sem eru innan viðskiptakerfisins draga úr losun, að þá er það líka mikilvægt, en það telur ekki í samfélagslosuninni. En hvernig eru við hjá Landsvirkjun að styðja við þessar skuldbindingar? Við skulum byrja að horfa inn á við, af því það er ju alltaf best að taka til heima hjá sér áður en maður fer að gagnrýna aðra. En við vinnum að því að draga úr okkar losun statt og stöðugt, og það er bara virkilega gaman og spennandi næstu að koma í vinnuna á hverjum degi vegna þess svo mikið af hugmyndum og starfsfólkið okkar er svo duglegt að leggja sig fram. Og þetta gerum við þrátt fyrir að við losum alveg svakalega lítið. Við erum með innan lægstu losun og kolefnisspor í orkugeiranum á heimsvísu. En það er engin afsökun. Við ætlum að gera betur. Við erum að vinna í orkuskiptum sem telja jú mikið eins og í stórframkvæmdum og bara í öllum öðrum fyrirtækjum sem eru með vélar og tæki. En stóra verkefnið okkar er að draga úr losun í jarðvarmanum og þar stefnum við á að vera búin að draga úr losun 60% árið 2025. Og bara þetta eina verkefni er 2,5% framlag í þá samfélagslosun sem við stefnum að. Og ef við hugsum það, við erum eitt fyrirtæki, 2,5%, 39 önnur sambærileg og við erum komin í mark. En við erum einnig að styðja við samfélagið. Við erum að styðja við og innlend orkuskipti og Ríkharður mun koma nánar inn á þá eftir, en einnig verkefni sem snúa því að nýsköpun og að draga fram nýjar og grænar lausnir sem koma okkur á betri stað í loftslagsmálunum.
Og að lokum að þá erum við að undirbúa nýjar virkjanir til þess að afla meiri orku. En þetta er kjarnastarfsemin okkar í Landsvirkjun, að framleiða og vinna rafmagn. Mig langar að þakka fyrir mig í dag með því að brýna okkur öll í því að stóra verkefnið framundan á næstu árum er að grípa til aðgerða sem telja inn í skuldbindingar Íslands og þar telur mest samfélagslosunin.